Já, gjörðu svo vel. Þetta er bara hlaðvarpið mitt sem heitir Heimsendir. Ég byrjaði á útvarpsstöðinni 101 Reykjavík, eða sérst ekki 101 Reykjavík heldur, útvarp 101. Ekki. Nei, það er líka hætt. Og þú ert ekki að vinna þar lengur? Nei, ég var ekkert að vinna, ég var bara að taka upp hjá þeim í stúdíónu. Og þetta er ekki, við í beinni útsendingu núna eða? Nei, þetta er ekki, þetta er bara, nú tek ég upp og svo klippi ég eða, þú veist, setja saman og Heyrir þetta einhver? Já. Já, allt í lagi. Já, og sér, eða þú veist, svo hef ég bara myndað. Það eru bara hérna hinum með vegginn? Já. Rockarar eða eitthvað svona sem eru Já. Ég heyri í þeim? Ég skil þið, já. Það engar áhyggjur að hafa því, sko, þetta er bara... Ekki áhyggjur að því, þetta er bara læti. Já, einmitt. Nei, þetta er í næsta húsi. Við erum komnir hérna út í Skerjafjörð, þetta er rými sem heitir Tómarýmið. Já. Og í hinu rýminu sem heitir þá vantarlega ekki Tómarýmið, þar er stundum verið að æfa. En það heyrist ekkert mikið, sko. Ég held að hljóðnemannir til dæmis nemi það ekki. Kemur í ljós, já. Það kemur í ljós. Ég ætla að taka bara svona örstutta kynningu. Já. Og kynna þig inn í þáttinn og svo Veistu eitthvað um mig? Já. Hvað heitir þú? Ég heiti Stefán Þór. Ég er bara, sko, eiginlega aðdáandi. Nú? Já, það má alveg segja það. Ó, jæja. Já. Þekkirðu til mín? Ég, sko, horfði svolítið á þættina þinni í sjónvarpinu. En hvað ertu gamall? Ég er 32. Já, þú hefur verið bara rétt rúmlega 10. Já. Þegar það byrjaði allavega. Já, ég horfði á þetta á Skjá 1. Já, passar, þar byrjaði þetta. Vá, þú hefur verið bara pínu lítill. Já. Þú ert með alskegg, ég er óræður aldur einhvern veginn svona. Já, ég er búin að vera að safna í 22 ár núna. Já. Alveg frá 10 ára aldri. Já. Það er svona. Einmitt. Já. En já, ég er sérstætt aðdáandi. Þú dáist að mér. Já, ég allan fylgdist mikið með þér og þú áttir eitthvað... Smekkmaður. Já, algjörlega, þetta voru skemmtilegir þættir og svona mikil menning. Náttúrulega kannski mín fyrstu kynni af einhvers konar menningu. Já, einmitt. Og þú áttir danskan vin. Já, það fór illa, en jú, á þeim tíma vorum við, ég segi ekki vinir, en við vorum svona, mér var bent á að hann gæti verið svona haft eitthvað til málana að leggja í þessum þáttum sem ég var að gera og hann ég hélt hann væri með góða list og svo kom í ljós að hann þá sjaldan hann var edrú. Já. Þá var hann ekki endilega, ég skildi ekki alveg listin hans. Nei, og hann var orðljótur. Já. Og dómharður. Þegar hann var edrú. Það er ekkert sem ég þoli ver og ég segi að þeir sem eru svona dómharðir eru fábjánar, segi ég bara að þú veist, án þess að ætla að vera of dómharður skilur við þá. Sjálfur, já, en samt ég get ekki dæmt af létt. Var hann dómharður og leiðilegur þegar hann var edrú eða var hann dómharður? Já, bæði bara. Já. En hann var kannski meira, þú veist, já, hann var þá bara blautur. Já, þú með drikkveldur. Drikkveldur, já. Já. Nei, hörðu, þá segi ég bara svona, og við erum alveg bara að byrja að rúlla, en ég segi bara sem sagt, gott fólk, verið velkomin í þátt númer 148. Vonandi einhver að hlusta. Að þú sagði þetta í fleirtölu. Veistu það, er einhverju sem orðið fólk er náttúrulega ekki til í eintölu. Eitt fólk. Jú, kannski. Já, ein manneskja bara. Ein manneskja, já. En það er vonandi fleiri en ein manneskja. Er íslenska ekki þitt fyrsta mál, eða? Jú, það er reyndar fyrsta málið mitt. En ekki það síðasta. Ég tala 4 tungumál. Vá! Ensku. Já, og fleiri, hvað svo? Spænsku.
Sí. Sí. Ekki mikið, en Nei. já, allt er góð. Gracias Já. og una cerveza. Já, það ekki cerveza? Já, sko, á Spáni, Já. sko, sumum stöðum á Spáni væri það, jú, una cerveza. Cerveza, já. Það er cerveza. örugglega að byrja bara einhver hátsettur hefur verið smámæltur og þegar ekki þora að leiðrétta hann. Mér finnst það Ég held líklegt, það. Þannig hefur það örugglega þróast. Já, ég lærði í Costa Rica. Já. Þannig að þar eru allir bara Einmitt. með sko gracias og Já. ekkert Engin svona smámælgi þar. sko. Einmitt. Já, það er, já, alveg, ég held að það væri þarna rétt við Mallorca og þar. Þau eru hins vegar með amerískt R sem er svolítið merkilegt af því að þú heyrir á Spáni sko gracias og allt þetta sko. Já, það er miklu falleg. Það er miklu fallegra en í Costa Rica segja þau garro í stæðan fyrir garro þau segja garro. Já. Það er svona amerískt R. Já, allavega, ég tala sem sagt spænsku og svo tala ég japansku líka. Ha? Já. Og segðu eitthvað, hvernig bara watashi no namae wa Stefan desu, watashi wa Aisurando karakimashita 32 sai desu. Þetta eitthvað? Já, bara kynning á mér og Já. Og Og hvað sagður mig? Ég heyrði þú sagði nafnið mitt? Nei, ég sagði bara að ég væri 32 ára og Sagðir að ég ekki- væri frá Íslandi. Og sagður ekki nafnið mitt? Nei, Kannski er eitthvað svipað orð á japansku sem að já, geti verið. Því sko, þú væri náttúrulega furíman. Nei, frímann? Já, en það er sko, að því að þau geta ekki sagt F og svo R sem sagt næst, það verður að vera F-U-R. Skrítið. Þannig að þá er það furíman. Skrítið. Já. Ekki þó, en þó ef ég myndi segja bara hægt fyrir þau, bara frímann. Þetta er ekki erfitt að segja, frí. Nei, ég veit það, Það er en það ekki- er bara, þú veist, að því að það er ekki, að því að þeirra stafróf er alltaf pör, það er sérst 2 stafir í einu í staðin fyrir 1 í einu. Þannig að þau segja Það er alltaf að skrifa þá 2 í einu. já, eða sérst stafrófið, sko. Það Já, já. er sa, sí, su, ses og... Já, það er engin leið að skilja. Nei, það er, þannig að nafni mitt væri sko Stefan. Þannig að U-ið er svona alveg... Hvað er það? Já, Stefán, Stefán, já? já, Já, einmitt. það væri bara Stefán. Stefán, Já, Stefán. þannig ég tala smá japansku. Já, heldur betur. Hæ, Hæ, já, þýðir það einmitt og Já. bara arigato og alls konar. ekki hvað það þýðir. Nei, Já, en sem sagt- ertu svona mikið menntaður? ég er sko, ég náttúrulega hef bara lært Svona þetta. ungur maður? Já, ég hef lært þetta mikið bara upp á einn spýtur. Ég fór sem sagt í skiptinám til Japans og Já. lærði þar sko. Og var ekkert með formlega kennslu sem slíka. Ég var svampur. Ég var bara bjó hjá japanskir fjölskyldu og var í japansku menntaskóla Já. og svona lærði bara svolítið þannig sko. Einmitt. Ég var ekkert að spyrja neitt meira á því, þú þurftir ekkert að segja mér þetta allt. Nei, þetta er enda vita mínir hlustendur allt um þetta sko. Já, er það, já. Ég hef mikið verið að tala um Japan. Já, tölum um mig. Já, tölum um þig. Ég er nú hingað komin. Já, ég er náttúrulega glemdi bara að kynna þig. Frímann Gunnarsson, verður velkominn. Já, takka þig fyrir. Og hvað segir þú gott? Bara ágætt, takk. Já. Já, þú meina, já, það er hluti af Nei, það er bara, þú veist, ég spyr alltaf bara Ég vanur því að vera hinum með við borðið. Já. Þannig að ég myndi segja Stefán. Já. En Velkomin. varstu eitthvað í útvarpi eða var það bara sjónvarpið? Nei, aldrei útvarpi. Já. Nei, Þannig að, ég er með já. Ég er ekki með andlit fyrir útvarpi. Mögulega rödd, það er mjög gjarnan sagt að ég sé með fallega rödd. Já. Já, það er mikið, ég held að það hefur verið sagt við mig, held ég, Já. einu sinni eða eitthvað, en þetta er, já, falleg rödd er eitthvað sem ég held að margir hugsa. Já, ég meina, það er, og svo er náttúrulega hægt að nýta það ef að skilur, ef að andliti breytist yfir í að vera útvarpsandlit, það er kannski ekki
Ekki líklega. Hvernig þá? Nei, ég segi bara svona, þú veist, ef að maður vill rækta aðra sko hæfileika, þá kannski getur þú fara að lesa inn á auglýsingar eða hljóðbækur eða eitthvað svona. Já, þú meinar. Ég hef lesið hljóðbækur, til dæmis. Nú, hvaða, bara alveg heila bók? Heilar bækur, ég las mikið sko barna- og unglingabækur, svo las ég Bara svona teiknimyndasögur? Nei, eða sko bara svona skáldsögur. Já. Svo las ég Veröld ný og góð, held ég hún heiti. Það er Aldous Huxley, Brave New World. Aldous Huxley, já, vá, og þú last hana alla? Ég las hana, já. Á ensku? Íslensku. Nó. Þetta var fyrir hljóðbókasafnið á Íslandi. Já. Ertu mikill ensku svona fíll, þú veist? Svo maður slettir svona latína, þú veist, anglofíl. Aha, jú, ég fór þetta, námsári mín í Bretlandi og ég hef oft kallað þau mitt menningarlega móðurlíf. Já, býttu nú við. Þar varð ég dálítið bara til, þar fann ég sjálfan mig. Ég ætlaði einmitt að spyrja hvort þú hafi búið erlendis. Bretlandi. Ok, segðu mig frá því? Já, ég fer þarna í skóla í London School of Politics. Já, Political Science heitir hann og þarna ég veit nú ekki að taka fram nákvæmlega á hvaða árum það var. A gentleman never reveals his age. Já, þetta. Flestir halda ég sé talsvert yngri en ég er. Já, ok, já. Þannig ég hef ekki að spyrja þig. Já, það farið bara ekki svar. Nei, ég skil. Já. Ok, ekki málið. Já, ég hef látið til dæmis, ég er einn af fáin sem hefur látið þurrka út úr þjóðskrá kennitöluna mína. Já. Það er ártalið. Já. Ég nota það aldrei. Ég er eini, ég veit ekki fleiri, kennitöla mín ég segjum bara ef það væri 24. ágúst eða eitthvað slíkt, það var 24.08, svo kemur bara XX. Í kennitölunum þinni? Já, ég fekk það í gegn. Já, ok. Já, ég var orðin viðkvæmur með aldurum bara, ég gerði þetta bara þegar ég kom frá námi í Bretlandi á 20 Já, ég skil, bara 20x. Já, ég finnst fólk geta ekki koma þetta við. Ég vissi ekki að þetta væri hægt. Þetta er bara einkamál. Þú hefur vantilega fengið hjálp frá einhverjum öflugum lögfræðingi eða? Já, ég beitti fyrir mig lögfræðingum. Já, en byrju, þú lærðir stjórnmálafræði? Ég fór bara í mál, já. Já, ég held þú hefði kannski lært eitthvað bókmenntafræði eða stjórnmálafræði. Já, nei, ég bara, og svo er ég bókmenntamaður. Já, og auðvitað fyrst og fremst rithöfundur og ljóðskáld. Ok. Já, þú er heyrt vantarlega einhver ljóð eftir mig. Ég hef ekki viss. Þyrla andhverfunar. Já. Páfuglar gráta í heiðliðina. Jú, kannski. Kannski, þegar ég var að horfa mikið á þættina þína. Það komu þarna 2-3 línur. Ég er ekki að gefa ljóðin alveg upp í þáttunum, þá kaupir engin bækurnar. Nei, ég skil. Þú veist, en ég er svona í að þeim. Já. Já, og þar var ein frábær, til dæmis ljóðlína eftir mig sem er ansi snjöll. Ok. Já, eineigður fugl getur ekki flogið beint. nema þá að auga hans sé miðjusett. Já, annars fær hann bara í hringi. Hann bara hringi. Þú varst fljótur að kveikja það er svolítið gott. Sumir þurfa að hugsa sér svona Já, af hverju? Og svo fattar þau eru náttúrulega sikkur megin. Já. Nema ef augað er svona eins og kíklópi. Miðjusett. Já, miðjusett. Já, gjörðu svo vel, ég er nú ekki sponsorið. Er þetta fyrir mig? Þetta er fyrir þig. Er áfengi í þessu? Það er ekki áfengi í þessu. Hefur þið viljað það? Nei. Þetta er bara... Ég vil eitt fær maður kannski te eða eitthvað slíkt. Já. Getur þið opnað? Já, auðvitað. Ég skildi, bara ekkert mál. Ég brítar mjög gjarnan ef ég er eitthvað að reyna á mig, þannig ég reyni helst að... Já. Fæ alltaf til mín hjálp heima sem að sér þessa hluti. Já. Og opnar þá bara fyrir mig. Ég skilji, þetta er svona... Það er gos í þessu, ég vil það ekki. Nei, þetta er kristall. Það rópa ég. Já, ég fæ mig bara sopa fyrir okkur báða. Já, þetta myndi aldrei vera gert í alvöru útvarpsþætti, það er alveg ljóst mál. Já, kannski ekki ef hann væri í beinni útsendingu, en þetta er nú
En það nú samt mikið af svona hlaðvörpum að vinna með einhvers konar spónsóra eða bakhjarla eða... Hörðu? Já. Sko, ég með bakhjarl sem Bíóparadís. Já, heyrðu. Og nú verið að fara að sýna þætti frá. Í hvora, þetta að rúlla það ekki? Þetta bæðið að rúlla, þú getur bara... Á ég horfi hvora þeirra? Þú mátt bara, til dæmis þessa, bara... Að ég vanur því að vera í mynd. Ég veit það. Þannig að ég einhvern veginn bara... Leitar í það. Já. Viltu taka smá... Mér finnst þægilega til dæmis, þú mun taka eftir því að mér finnst þægilega örugglega að tala í vélina en við þig. Já, það ekkert mál. Já, en það, Bíóparadís, þar ég loksins að komast með þættina mína á stóra tjaldið, eða hvíta tjaldið, ég held að það megi alveg segja það í dag. Já. Er það ekki? Jú, algjörlega. Það hvítt. Já, það hvítt og maður veit aldrei. Og þetta næsta laugardag. Já, núna. Hvenær fer þetta í loftið? Þetta fer bara í loftið bara í vikunni, sko, þannig að við bara vonum að fólk drífi sig í... Þarna verða sýndir. Já. Ég auðvitað hef framleitt alveg gríðarlega marga og vandaða sjónvarpsþætti í gegnum tíðina og ég þurfti að velja úr fyrstu 3 þáttaröðunum. Já. 4 þætti. Til þess að sýna þarna á þessari bíósýningu. Já. Og þetta var erfitt val. Þetta var eins og, hefur þú séð myndina Sophie's Choice? Ég hef heyrt um hana. Já. Þekkir söguna, þar þurfti hún að velja annað, hún var með 2 börn, hún þurfti að velja annað þeirra að þið hitt átt að fara bara beint í það var þarna og þau voru að fara í útrýmingabúðir. Já, þetta er Meryl Streep. Já, jú, ég hef heyrt um þetta. Já, og bara það er þarna einhverju verðir sem segja bara veldu, annarkort, hitt fyrir í klefan. Já. Svona líður mér með að velja þættina. Ég myndi segja að það væri erfiðara val fyrir mig því að ég þurfti að velja bara 4 þætti af 22, sko. Á meðan hún hafði 50% val, en mitt er langt undir 50% sem að ég geti valið af. Þetta eru 3 heila seríur. Já, og þetta má segja eins og börnin mín, myndi ég segja. Og hvað 10 þættir í seríu? Já, 8 þættir og svo 6 í einni, þannig að það er 22. Þetta eru ég var búin að telja 16%. 1/7. Ertu... Held ég. Gastu reiknað það svona bara? Já. 4 af 22? Já, 24 ef þetta er 8. Nei, það er 6 í 3. Já, ok, já. Þess að aðeins meira. Þetta er, skulum slumpa þetta upp í 20%. Cirka. Já, getur þú reiknað þetta samt aðeins nákvæmari? Mér finnst ekki gott að hafa svona... 18 kannski, 18%. Já, kannski. Já, því að þú veist 22 deilt, eða 4 deilt með 22 eru vantarlega 18%. Ég myndi veðja á það. Ég skal standa og falla með því. Já, ég treysti þér. Þú sér það er miklu lægra en 50%. Já, algjörlega. Já, hún var reyndar, ég hef ekki verið hrifin að þessi leikonni gegnum tíðina. Nei, Meryl Streep. Nei, mér finnst hún ekki góð sem Thatcher. Nei, mitt. Hún er yfirleitt með ágætis hreim og annað slíkt en ekki þar. Hvaða mynd var það? Eða þættir? Iron, eitthvað Lady. Já. Það sem það er alltaf verið að gera hana að einhverju fígúru. Dame Margaret. Sem hún á ekki skilið. Nei, ertu Thatcher maður, Mikil? Já, ég myndi segja eitt þekktasta ljóði mitt heitir Játfrúin kemur í kvöld. Það er svona ungan nema, ónefndan nema í Bretlandi. London School of Politics, kannski? Mögulega, rólegur. Sem er ekki frá Bretlandi, hann er ættaður kannski frá einhverju eyju í Norðurhöfum með eitthvað slíkt. Og hann bara allt í neitt daginn kemur til hans bara bankað hjá honum og þá er það Játfrúin sjálf og þau eiga í æsilegu sambandi. Ok. Þetta er svona svolítið spennandi. Já, ég er vægast sagt Thatcher maður. Ok, mjög gott. Blessu sér minningarnar. Já, sko talandum Thatcher og talandum stjórnmálin, nú er komin svona upp
já, það komið upp svona svolítið ástand í heiminum þar sem að Já, það eru ekkert nema kvenstjórnendur. Já, sko, ég ætla að fara að tengja þetta við Trump í Bandaríkjunum Já. að sko Tengja hann við Thatcher? Já, bara, þú veist það, hún hefur náttúrulega verið bara með járnhnefa eða járnstjórn eða svona haldið fast á hún var hörkutól sko hún var hörkutól og mætti ekki segja svipað Trump að hann sé hörkutól líka. Ef þú ætlar að fara að bera þessi tvö saman þá held ég að þessi sé lokið hér í alvöru tala. Þetta er Nei, ég ætlaði nú ekki að gera það. Ég ætlaði samt að spyrja þig sko, af því að þú ert nú menntaður stjórnmálafræðingur, hvernig lítur þetta ástand við þér? Já, ok, ég held að þú ætlaðir að fara að segja að því það er búið að vera sakamum og ég hafi ekki klárað prófið eða námið í Bretlandi. Nei, ég vissi ekki það. Er ekki satt. Það er búið að þetta er einhvað sem ég hef þurft að einhvern veginn berja frá mér þessar sögusagnir í gegnum tíðina. Já. Og ég get ekki átta mig á því af hverju það fást ekki betri upplýsingar frá skólanum eða annars lítið að því að ég held mér sem mér rámar í að hafi verið í topp 4 eða 5% í bekknum og ég veit ekki af hverju það finnast ekki upplýsingar það og það er ekki mitt mál en ég frábið mér ef þú ætlar að fara að spyrja út í það. Nei, ég bara hef ekkert heyrt það sko og dreg það svo sem ekkert í efa að þú hefur bara klárað þetta nám með sóma. Já, nákvæmlega, ég skil ekki af hverju sem mér er að tönslast á þessu alveg stöðugt. Er þetta eitthvað nýlegt? Þegar ég var í Bretlandi það er fólk sem hefur unnið gegn mig lengi. Að vera að reyna að halda niður, alltaf ef það kemur einhver með ferskar hugmyndir og er með eitthvað vit í kollinum og er ógn við elítuna þá er þeim haldið niður. Þetta er náttúrulega bara sko sagan endalausa. Þetta gerist margoft í mannkynssögunni og nákvæmlega. Hefur þú lent í þessu? Nei, ég er svo ungur sko en ég með þykka skeggrót miðað við hvað segir þú sitt gaman? 32. Já, nei, kannski ekki. Nei. Hún er ennþá bara hálnuð, skulum við segja. Rótin? Já, bara Ævin? Nei, ég ætla mér að verða 120 ára. Getur þú bara ákveðið það? Já, svona ég myndi kalla það svona stemningsmarkmið. Það er svona ég til og með sá þátt daginn á Netflix. Það er maður sem ætlar virkilega að verða 120 ára. Hann lítur í fyrsta lega út eins og vampíra og hann vaknar á hverjum morgni og tekur 70 töflur og svo tekur hann 70 upphífingar og svo fer hann ekki út úr húsi og þetta er alveg bara svona, hann lifir í búblu sko. Upphífingar? Já, svona á slá, einhver æfing fyrir bakið og svona. Líkamsrækt? Já. Ég held að hún er eftir að drepa fólk að lokum. Líkamsræktin? Já, ég held að það get ekki verið holdt. Nei, það er ekki holdt í óhófi en það getur vantilega verið holdt í hófi. Já, og hver ætlar að vera eitthvað, það er sko mér er aldrei liðið vel eftir ég hafi hreyft mig eitthvað mikið. Nei. En eins og göngutúrar og svona. Já, bara rólega. Já. Promenade. Já, ok. Já, bara rétt og ég vil eitt bara í góðu veðri. Já, og þá er ég ekkert að ganga þannig, ég vil alls ekki svitna. Nei. Það er eitt sem ég bara frábið mér algjörlega því að það fer ekki vel og það skemmir fötin mín. Já. En eins og í sundi eða ferðu í sánu eða þannig? Í almenningssundlaug. Já, eða bara. Já, nei, fer ekki það. Nei, ok. Nei. Og hvað sagður hitt? Hitt hvað byrjuðu nú við? Sána. Já, sána, gufubað. Já. Reyndar sko vilja meina að sána eigi ekki að vera kallað. Hvað gerist í það þú ferðanga til þess að svitna? Gaggjert. Já, nei takk. Nei, já, ok. Til hvers? Já, sumir vilja meina að þetta sé gott fyrir hjarta og æðakerfið og ég vil að drægi úr stressi og eitthvað slíkt. Já, þau það. Já. Ég hef ekki fundið fyrir bara ekkert jákvætt við það að vera bara að missa andan allur sveitt svo að lítur enginn vel út þannig.
Nei, en samt, mér finnst svona Það eru mjög fáir glæsilegir á meðan þeir eru að svitna og eru algjörlega bara Já, en mér finnst svona roði þú veist, svona Svo annað, íþróttamenn er ekki yfirleitt mjög vel gefnir Það er þess vegna sem þeir fara í þetta ef þú hefur ekki að því að það er þess vegna sem ég hef aldrei farið kannski í þessar íþróttir það er að því að ég þarf ekki á því að halda mitt líf er annars staðar Þinn vöðvi er heilin og einmitt, hann er vel þjálfaður og hann kom nú bara hann var ansið vel að Guði gerður bara þú þurftir ekki að kannski þjálfa hann mikið að hann kom bara tilbúinn hann var að eiga að segja hann hafi verið nánast fullmótaður mjög snemma Þannig að það var ekki krefjandi en eins og Íslandi í hvað menntaskóla fórstu og í hvaða ég í rauninni fór ekki í skóla með öðrum á mínum aldri ekki fyrir en ég fór til Bretlands Þú fórstu heimaskóla eða? Ég bjó hjá ömmu minni og ég bara reyndar svona eftir á að hyggja þá kom það aldrei til greina bara eða það var aldrei rætt það voru bara einhverjar bækur sem og ég auðvitað las bara mikið og annað slíkt sko En er þetta í Reykjavík? Er þetta í Reykjavík? Já bara hérna í gamla Vesturbænum og það er eitt sem að reyndar glemdist í þessu námi mínu það voru að ég las mikið og annað slíkt en ég lærði ekki tölurnar til dæmis fyrir en bara ég kom til Bretlands því ég vissi ekki einhvern veginn almennilega ég skildi aldrei þegar ég var að lesa bækur ég skildi aldrei þessi tákn Nei, eins og í hotninu bara blaðsíðutalið og hvar sem þau birtust bara, og ég spurði ekki ömmu mína út í þetta við töluðum eiginlega ekkert saman Nei, þannig að hún en svo kemst ég bara að því að það er víst verið að kenna þessar tölur alveg bara Og hvenær fórstu út til Bretlands? Þannig bara rúmlega 20 og ég ætla ekki að segja hvaða ártal það var Nei, þá getur fólk bara að reyna Þú leiðir mig ekki svona auðveldlega gildur Nei, en hvað þannig að þú varst en voru þá ekki viðbrigði að koma í skóla þar sem var fullt bara af fólki á svipum aldri og þú veist, var þetta ekki svona félagslega krefjandi? Ég svo sem hafði ekki mikil samskipti við þau Nei og ég og í rauninni fyrsta árið var ég ekki skráður í skólan sko. Ég bara kom og ég áttaði mig ekki á því ég þyrfti þess ég bara var þarna og ég bara ég var búin að lesa mig til hann og annað slíkt og svo bara mæti ég á staðinn og það var ekki fyrir en ég var búin að vera og það var þarna kennari sem ég kynntist aðeins og hann sá aumur á mér og hann kom því í gegn og hann sá nú að ég var vel lesin og sérstaklega að ég hafði lesið það mikið um Churchill og bresk stjórnmál þegar ég hafði sérstakann áhuga á því og það passaði vel í þennan skóla og ég fekk undan þáu Það er örugglega erfitt eða væri erfitt svona nútildags að því þetta er allt orðið svo rafrænt og þú veist það er svona og rekjanlegt og þú veist allir í tölvuleikjum og ég tala nú ekki ef að kennitalan er náttúrulega eða þú gerði það reyndar seinna að breyta henni Nei, ég gerði það bara mjög ungur sko ég breytti hana endanlega þegar ég kom heima en ég þurfti ekki að nota hana í Bretlandi það vissi enginn og það var líka því ég var ekki búin að læra alveg á töluna fyrir en ég kom heima en ég kunni alveg XX sem að kom í staðin fyrir það vissi ég að því ég var búin að læra að lesa Já, þetta er áhugavert. Ég mann bara eftir að hafa séð sko bíómynd þar sem að Viggo Mortensen leikur pappa sem er með einhverja 6 krakka og hann vildi ekki hafa þau í skólakerfinu þannig að þau búa bara út í skógi og hann er að kenna þeim svona einmitt kannski ekki stærðfræði og slíkt, hann er meira að kenna þeim að veiða sér til matar og byggja einhvers konar skýli það var ekki þannig á þér. Nei. En hver var þessi maður? Viggo Mortensen, bara leikari, hann er leikari þetta var bara skáldsaga Þetta var bara bíómynd, bara skáldsaga En talandi það, nú er ég sko ég var að koma frá að norðan í gær og er mikið oft svona út á landi og finnst það gaman og
Þegar þú segir norðan, hvaðan þá? Ég var í Hólmavík, Stengriðsfirði. Ekki komið þangað. Nei, og ég var mér Það einu sinni keyrt þarna bara í gegn allt. Já, á Ísafjörð þá. Nei, það er ekki fyrir norðan. Já, þetta er svona áttalega séð fyrir norðan, þetta er náttúrulega á Vestfjörðum samt. Já. Nei, ég hef ekki farið þarna á Vestfirði. Nei, þú keyrt bara eins og Siglufjörð og... Nei, bara framhjá einhvers staðar þarna. Já, en Akureyri? Já, í gegn. Í gegn? Já. Og hver var endapunkturinn? Við vorum að keyra hringinn í kringu landi. Já. Ég var að gera sjónvarpsþætti. Já. Smá borgara sín. Og fórstu þá og tókstu viðtöl við eitthvað fólk út á landi? Já, ég veit ekki hvað fólk það var búið að einhvern veginn að redda því fyrir mig. Já. Og ég bara því mér langaði svona aðeins að snerta á að ég hafði aldrei farið þannig lagað út fyrir bæinn nema bara keyrt í Keflavíkur á leiðin út úr landi. Já. Þú veist, og þannig að jú, það var alveg áhugavert að sjá þetta og svona. Bara ég horfði bara út gluggann og svona þar. En þú ert borgarbarn? Ég meina, þú ert ekki... Ekki barn. Nei, ég veit... Já, hver veit? Það veit enginn hvað... Já, í aldri. Í aldri. Já, kottnungur allavega. Kottnungur, já. Borgar, ekki unlingur, þeir eru... En þú hefur ekki, sko... Þess að ég er svona að reyna að koma, þú ert ekki mikið í útivist, þú ert ekki mikið, þú ert stangveiði, skotveiði, þetta er ekki... Nei. Þetta er ekki eitthvað sem heillar. Nei, alls ekki. Nei. Mér finnst það skemmtilegt. Þingholtin, já. Það er náttúrulega bara miðbærinn. Ég bara býð þar. Já, ok. Já, það er vel gert. Ég segi Þingholtin og London. Þingholtin og London. Já, en London miklu frekar. Já, ertu eitthvað að pæla í eins og Evrópumálum, því sem er að gerast í Bretlandi eða... Já, er það að tala á hvaða á stjórnmálasviðinu? Já, eða menningarsviðinu eða... Það var bara gott hjá þeim að slíta sig frá þessu öllu. Já, Evrópunni. Já, ég kunni ekki við þetta orð Brexit. Mér fannst það eins og bara á einhverju eins og þetta væri einhver svona aðrein inn á einhverja hraðbraut eða eitthvað slíkt. Þetta er samt svona... Ég skildi aldrei hvaða Bretarnir voru að gera í þessu samhengi. Þér finnst þeir ekki vera kannski hluti af Evrópu eins og Þjóðverjar eða Frakkar eða eitthvað slíkt? Já. Nei, alls ekki. Þeir eru öðruvísi? Eða Danir. Eru þeir meiri Evrópumenn heldur en... Þeir bara er ekki breskir engan, það bara er ekki hægt að líka þessu saman. Nei. Ég er ekki komið til þessar landa en jú, ég kom einu sinni til Berlínar held ég. Já, en þú var ekki komið til Danmerkur? Jú, reyndar. Býr hann gamli félaginn þar? Eða veistu það? Já, Hans Christiansen. Já, listamaðurinn. Já. Jú, ég man það reyndar núna. Ég fór til allra Norðurlandan og gerði sjónvarpsþætti. Já, það verður sýndur einn af þeim, verður sýndur í Bíó Paradís. Já, býtur hann. Já, ég man eftir því, það var seinna mér. Ég talaði við virtustu grínara ég var að rannsaka húmor. Já, ég hef nú ekki haft mikið álit á húmor í gegnum tíðina. Nei. Þetta er yfirleitt bara einhver svona yfirborðskent galgopaháttur sem er ekki mikil vikt í. Nei. En þarna hugsaði ég, ég ætla að skoða að þetta virðist vera fall í krammið hjá fólki. Þannig að ég ætla að skoða hvað það er og eigum við að bera okkur saman við Norðurlöndin eða eigum við að bera okkur saman við Bretland. Og ég var alltaf með það sem svona samanburðar. Já, það eru auðvitað frábær húmor sem er þar. Já, breski húmorinn. Já, það er algjörlega ef við segjum eins og Carry On myndirnar, þekkirðu þær? Nei, ég þekki þær ekki. Það er húmor, Benny Hill. Já, ég hef heyrt um það. Það er algjörlega ógleymanlegt. Já. Og þessir og nokkrir aðrir, hvað heitir hann hérna?
það voru þættir prest Já. sem var bara það alveg lygilega fyndni þættir. Já. Svo allt þetta sem á Norðurlöndunum í þessari sósíaldemókrasíu sem þar Já, það stendst ekki samanburði. Nei. En ég ákvað samt að láta á það reyna og ég fór þarna og talaði við einn grínara, Já. ég heldur kallist það, Já. eitthvað svona vitlýsingarna þarna frá hverju landi. Okay. Og þetta kom ágætist áttaröð út úr þessu þó að auðvitað þeir varu skrýtnir. En komst það einhverju niðurstöðu, eitthvað sem tengir saman? Ég fór í samanburða þáttinn síðan til Bretlands Já. og þar ætlaði ég að vinna með John Cleese. Já, en það var fóru öðruvísi, ég get ekki alveg sagt hvað gerðist í þessari þáttaröð. Ég ætlaði að koma þar með niðurstöðu og það endaði illa. Það bara, og ég misti í rauninni þáttaröðina alveg úr böndunum og ennþá í smá málaferlum út af því sem ég má eiginlega ekki tala Ég skilði. En það verður sýndur einn af þessum þáttum. Já. Líklega því miður, þessi danski, það var kosning á netinu og það var það sem fólk vildi. Já, ok. Já, það var þarna mjög vinsæll grínari sem var vinsæll hér líka. Hvað hétt? Frank Vam. Frank Worm. Já. Nei, mér rámar eitthvað í þetta, ég man að það var einhver finni þarna líka og eitthvað svona. Jú, við fórum í öll þessu land og þetta var skrýtnir menn. Ok, en þú mátt ekki segja meira niðurstöðuna eða hvernig það Þetta fór öðruvísi en ég ætlaði mér. Já. Við skulum bara segjum það gott. Já, ég skilji, ok, ekki máli. Já. Þannig að ég hef komið til þessara Norðurlanda. Já. En gefur ekki svona mikið þú sko það var ekki góð reynsla. Nei, en ertu þá mikið skiptir lífiðinu milli London og Þingholtana eða ég vildi að ég myndi komast meira þar sem að ég í rauninni mér haldið algjörlega fyrir utan kvikmyndageirann í dag og sjónvarpsgerð það eru öfl sem að vinna gegn mér og að reyna að þagga niður í mér. Ég að reyna að þróa alls konar, ég bæði og það þessi lista elita sem hefur haldið mér úti og þannig að ég hef átt erfitt með að vinna mér inn tekjur og þannig að ég kemst ekki alltaf til Englands þegar mig langar að komast. Þú ert að tala að þessi lista elita sé á Íslandi? Það vita þetta allir. Já. Það er alveg öskrandi þögn þetta. Það eru engir fjölmiðlar sem að þora að taka á þessu. Nei, ég er búin að senda ótal bréf og benda á þetta og það ég myndi segja þetta væri stóra þöggunamálið. Einmitt. Heldur að sé eitthvað svona samsæri? Held ég. Já. Gegn þér eða? Nú horf ég bara hérna í myndavélina ég veit ekki á hvaða vegum þú ert nákvæmlega. Ég er bara sjálfstæður. Já, því þú ert að reyna að ná einhver upp úr mér hérna. Nei, ég er bara en ég ætla bara að benda þér á það ég hef verið kallað meistari mannlegra samskipta þannig ég læt ekki leiða út í eitthvað hot eða eitthvað, ég tala ekki af mér. Nei, ég skil þig. Já, það eru lögfræðingar á hverju strái sem þú kannt fæið. Já, ég kann fæið. Já, ok. En hvað gerur þá þér til svona dægra styttinga? Mjög mikið, ég reyni að sofa mikið. Hvað kallar þú mikið? Eða bara, þú veist, eðlilega myndi ég segja. Ég segi 15 til 16 tíma á sólarhring. og eins og unga barn. Bara, þetta það sem hendar mér best. Ég skil þig. Já. Finnst þetta barnalegt? Nei, og helgar auðvitað kannski, þá sef ég út þá er það kannski 17-18 tímar en það sem fyrst og fremst hvað segir þið? Það bara eins og letidýr eða já, ég hlæ bara því að ég er ung barn núna sko. Já. Sonur minn er rúmlega Það hlæja einhverju öðru Já, ég er ekkert að hlæja því sonur minn er 1 árs Aðal ástæðan fyrir þessu ég vil ekki heyra þetta barn Aðal ástæðan er að mér leiðast börn þau eru ofmetin, myndi ég segja Þú ert full seint að segja mér það núna Já, já Og þú ert ekki nema hvað gamall 32 Æ
Já. Þú mútt aldrei losna við þetta. Jó, þetta nú alltaf þetta alltaf réttri leið, hérna nú býð Hvað ég í það Reykjavík gamalt og núna? hann rúmlega 1 árs og Já, þetta rétt að byrja. já, við vonum bara að leikskólarnir hérna taki honum opnum örmum núna í haust. Já. En ég sem sagt, ég sef það er að segja að tíminn miklu fljótar að líða ef maður sefur þetta mikið í sólarhring. Þá bara já, ég skil. Það er ekki nema 5-6 tímar sem maður þarf að vaka. Nei, en hvenær fer að sofa og hvenær vaknar og eða hvenær ertu vakandi öllu? Ég yfirleitt vakandi svona, eigum að segja frá 3 til eigum að segja milli 8 og 9. Ok, þannig að þá þurfum við þá ég orðin bara knackered eins og það talaði. Ég er mjög sko ég auðvitað tek svefnlyfin þarna rétt 7, þannig að þá ég orðin mjög þreyttur bara milli 8 og 9. En núna klukkan 9 þegar við erum að taka upp, en hún að verða 9, hún ekkert orðin, bara ertu búin að taka svefnlyfin í dag eða í kvöld? Ertu á bíl? Já, ég er á bíl. Það held ég fæ far hjá þér þá. Já, ekkert. Er það ekki? Jú, ekkert. Hvernig bíl ertu á? Nissan Leaf rafbíl. Já, nei, ég ringdi í einhvern sem ég þekki sem getur skuldað mér, ég fer ekki þannig. Byrju, af hverju? Af því að það er rafbíl. Hvernig bíl er það? Rafbíl? Já. Það er bara, hann gengur á rafmagni, hann er ekki með bensíntank, hann þarf ekki bensín. Það er bara svona hægt eins og á golfvöllunum og annars. Nei, mjög hratt sko. Hann bara getur farið mjög hratt. Bara eins hratt og venjulegu bíl? Hraðar. Nú. Já, ég get bara sýnt þér eftir. Og er hann þægilegur? Já, mjög þægilegur. Jæja. Já. Þú hefur... Jú, alltaf, ég býð þá með að ringja. Já. Já, en einmitt klukkan er þetta margt. Já, við erum bara, það eru nokkra mínútur eftir í Hákur, örgulega, við hérna... Allt í góðu. Þú getur, já, ég menn, þú ert bara að bregða aðeins... Er koffín í þessu? Nei, ekkert koffín, þetta er bara kristall. Allt í lagi. En alltaf, ég reynir bara að hanga. Já, fyrir ekki að ég vissi ekki að hérna, þú væri með svona ákveðin ramma eða þannig. Já, ég bara þetta, já. Alltaf, ég er ekkit vanur því heldur að fara svona út á kvöldin. Það var eitthvað við röddina í þér þegar þú talaði við mig, ég hugsaði áhugavert. Já, og gaman að koma að hinga, þetta er náttúrulega Þetta var endar fyrsta síntal sem ég fengi mjög lengi, þannig að það var líka spennandi. Þetta var fyrsta svona samtal sem ég hef átt lengi, en það Já, ég skilji. Allt í góðu. Ég svona rétt í lokina því að ég hef svo gaman af líka framtíðar hugleiðingum. Hvernig sérð þú Ísland fyrir þér árið 2100? Já. Hefur eitthvað pælt í því? Það er ekki Jú, býtu, nú ætlum ég fyrst gildi ég ekkert hvert þú varst að fara með þessu, nú allt í hennu hugsaði ég kviknar á kannski verið í töfundunum í mér eða eitthvað slíkt. Ég sé fyrir mér það eru allir með geislabissur. Ok. Já. Og það kannski geta þið bara flogið. Já. Eitthvað slíkt og já, örugglega ég myndi halda að það eru allir konum með einhvern skrítin framtíðarsjúkdóm. Já, kannski húðin á þeim orðin skrítin á litin, hefur ekki séð svoleiðis í myndum. Bara svo avatar eða eitthvað, svona avatar, það sem þau eru blá. Já, kannski blá. Já. Ok, ertu búin að nota þessa hugmynd eitthvað? Ég ætla bara að segja það þá núna. Já. Og þau eru kannski blá í framtíðinni. Já, og og þau sofa öll í geimskipum eða eitthvað, ég veit það ekki, ég kann ekki á svona framtíðar. Af hverju spurðir þau? Nei, ég hef bara áhuga á svona framtíðar sviðsmyndum en reyndar af því að þú veist það hljómar eins og þú hafir áhuga á vísindaskáldskap, getur það verið? Nei, alls ekki.
Aldous Huxley Já, Brave New World. Já, einmitt, nákvæmlega. Það er svona smá framtíðar spá. Já, ekki falleg. Nei, ekki falleg, þar voru allir að taka einhver lyf og svona. Soma. Já, nákvæmlega. Já, það geta. Já, algjörlega og hérna þegar ég fæ mér svefnpilluna rétt eftir kvöldmat þá kalla ég hana Soma og hún færi mig bara einhvern veginn hamingju og ég þarf ekki að hugsa um neitt annað og ég finna hún að byrja að virka núna. Já, ok. Já, það skulum ekki hafa þetta mikið lengur en ef ég sopna hérna þá skuttlaði þér heim. Þá skuttlaði mér heim. Já. Ég ætla ekki að segja hér heimilisfangið. Nei. Veistu hvar ég bý? Nei, þú getur bara skrifað það niður eða ég náttúrulega finn þið ekki á já.is. Nei, ég er ekki, ég er með leyninúmer. Já, nei, það er gott að skrifa það niður, ég bara við höfum það þá til hliðar hér finn ég. Já. Hér er eitt að Ertu með ljóð? Ljóðin mín. Já. Þekkiru, býðum við, ársreikningar innri manns. Ok. Ertu í fjármálum eða eitthvað slíkt? Ég hef áhugað því, smá. Ég samdi þetta ljóð fyrir fjármálaráðuneytið. Já, ok. Já, ég fór þangað fyrir hið svo kallaða hrun. Já. Og var að skemmta fyrir þeim og þannig að það má segja að ég hafi séð fyrir ýmislegt. Já. Já, þetta er fullt af myndlíking, skilur myndlíkingar? Já, algjörlega, já. Þú bara nippir í með og skilur ekki þá get ég útskýrt. Já, takk fyrir það. Það er ekkert mál. Þetta eru 82 erindi, er það í lagi? Við skulum sjá bara hvernig... Ég flytt hérna bara þessi fyrstu 4. Ok. Ársreikningur innri manns. Þetta er svo mikið nefnilega orðaleikir. Hjartanu hefur verið lokað vegna vörutalningar. Já, mitt. Er ennþá verið að gera vörutalningar? Ég held það, já, 2. janúar. Þú ert svo ungur, ég var ekki viss hvort það, þú veist hvenær það er. Já. Það örlar á jákvæðum viðskiptahalla hið innra. Já, mitt. Það var sko fjármálaljóð og ég er meira tengdurinn í tilfinningalíf, þannig ég náða snúa útflutningur tilfinninga fylgir engum stýrivöxtum. Nei, mitt. Vergar væntingar fara fram úr væntingar. Ég ætla ekki að segja meira. Þetta er svolítið gott. Þetta er sko bara sniðugt. En ég er ekki viss þú hafi skilið þetta allt. En þú leikur þér með svona stuðla á höfuðstafi og... Já, bara tungumálið og orðin og orðið verkt er svolítið skemmtilegt. Ég bara eins og verglands framleiðslu. Já, þú begðir það. Bara í hvoruginni? Já, ég notaði það ekki þannig. Nei, þú notaði það í kvenginni held ég. Já, vergar væntingar. Já, kvenginni flertölu. Vel gert. Já, takk. Nei, já, það er gaman að þessu. En betur, var þetta fyrir hrun? Þetta var fyrir því svo kallaða hrun. Já. Þannig er ég að tala um alls konar hluti. Já, og það er stef inn í ljóðunum sem að kemur aftur og aftur, eins og ég segi, þetta er 84 endi, og að kemur aftur og aftur, verður ólga eða verður bólga. Já. Það er svolítið gott. Skildirðu? Það er svolítið gott, það er mjög gott. Og þarna hefur fólk vantarlega hlegið bara og sagt það mun ekkert gerast og svo náttúrulega... Já, svo fóru þau sofandi að feigðarósi. Já. Flutu sofandi að feigðarósi. Já, þau voru full þarna þegar ég var að... Þau voru drukkin meira og minna, já. Maður er bara heyrt þetta, ég var bara 14 ára þarna. Og skildi náttúrulega ekkert mikið í því, en maður hefur heyrt að þetta var mikið svall. Já, ég drekki yfirleitt ekki það mikið, bara á kvöldin. Bara rétt á þau það ásamt lyfjónum hefur hjálpað mér að sofa. Það áfengi og svefnlyf. Já, þessi blanda og það virkar mjög vel saman. Maður hefur heyrt að það sé kannski ekki ráðlagt að blanda þeim mikið saman. Það held ég sé fordómar. Já, það er kannski bara fólk það kannski bara mynda sér eitthvað þól eða venjast í.
get ekki fyrir að tala fyrir munn annara en þetta bara virkar ég skilji, en mig, áttu þér ég þarf í rauninni það rétt hjá þér að mynda þol ég þarf að taka stærri skammta af svefnlyfjunum og þá í rauninni og drekka aðeins meira með árunum já ég er komin upp í núna 8 töflur á kvöldi og svo er þetta svona það beða rúmar 2 léttvínsflöskur með og þá sofna ég bara eins og unga barn og sefur í 15 tíma já, 17, jafnvel 18 helgar en þá auðvitað þarf ég að taka aðeins stærri skamt en vakna algjörlega já, reynda þungur þegar ég vakna já, það yfirleitt, ég veit ekki hvað það er nei því ég fer yfirleitt nokkuð vel með mig að ég er ekki að til dæmis að keyra mig út í einhverju svona brjálaði eins og þú varst að tala áðan já, einmitt hvað, sána og líkansrækt eitthvað slíkt, já það er sem er að ég hef séð hvernig fólk hefur meiðst og svona það er náttúrulega ekki gott að þjálfa sig of mikið bara ekki nei ég finn alveg í líkansrækt og sánuna og hérna, ég nú reyndar í áfengisbindindi núna taka 1 ár í áfengisbindindi ég myndi gera hitt fara í bindindi þarna í þessari hreyfingu og fara frekar áfengi getur virkað mjög vel já, til að sofna eða til að bara já, mann líður betur líka það var svona oft sækir að mér einhver svona tilfinning og þá bara fæ ég mér vel í því og þá einhvern veginn leitar það ekki jafn mikið á mig ég skilji, ertu hvítvins eða rauðinsmaður eða bæði? Púrtvín já, eingöngu púrtvín ok, frá Portúgal náttúrulega? já, það er nú eitt að ég fá að sem ekki þetta að finna í Bretlandi gott púrtvín nema það sé portugalst já, nema það sé portugalst, já, ekki Brest ekki, nei Port já, þeir gera bara einhvern svona lager og beefeater já, gini já, ok, hérna ég ætla nú ekki að sko halda þér of lengi að því að hérna, þú gerðir náttúrulega bara, já, nákvæmlega sofnað viltu kannski í lokin bara Frímann taka kynningu, ég náttúrulega hef allar upplýsingar í bara líka þegar ég fer að deila þessu en kynningu á því sem er að gerast helgina Bíóparadís já, einmitt og ég var svona veltaði fyrir mig, má ekki taka upp kynninguna á síma væri það í lagi? já, heyrði ég með hérna props, ok, já, ok já, nú þarf ég að fara að leggjast já, við gerum það bara alveg mjög já, þetta er hérna Óskarinn þetta er Academy Award já, hann er svolítið massaður þessi, eða svona já ég sá, þetta er bara lýsingin, bara stytta sko ég skilði, herðu frábært, má ég taka þetta er bara plast já, má ég taka bara svona og þú segir bara hvað er að gerast helgina í Bíóparadís á laugardaginn, varstu byrjaður? já, gjörðu svo vel á laugardaginn í Paradísabíónu á Hverfisgötu þá verða sýndir þættirnir mínir 4 valdir þættir af mínum verðlauna þá þeir voru tilnefndir til verðlauna ég fekk ekki verðlaunin, það var kosningasvik en 4 þættir á stóra hvíta tjaldinu og þess vegna ég er að vonast til þess að þá sé ég orðin gjaldgengur í Óskarsverðlaunin og þarna mun ég mæta á svæðið í Paradísabíó ásamt jafnvel einhverjum félögum og já, ef ég nægi einhverja og þetta verður stórkostlegt, það hefur ekki verið sýnt betra efni á þessu tjaldi, ég held ég geti fullist það wow nú eru svefnlyfin að byrja að virka já, ok, þá skulum við ekki hafa þetta lengra herðu, hérna Frímann Gunnarsson ég þakka þér kærlega fyrir komuna í heimsendi hvað heitir þetta? Stefán það var einhver svona hérna japansk útgáfa já, Stefán já, takk fyrir komuna takk fyrir og við sjáumst á laugardaginn
í Bíóparadís. Ætlar að koma? Já, væri mjög mikið til í það, já. Það eru dýri miðar. Nei, þeir eru ekki held ég, eða hvað, ég veit ekki hvað það kosta. Nei, er þetta ekki en bara... En þá sjáumst við þar. Já, sjáumst. En gaman. Já, og takk fyrir komuna. Já, mér langar að þakka. Já, ég þarf ekki að þakka neina. Nei. Ég ætla bara að slökka á þessu, svo kem ég og skuttlar heim. Það er stóll frammi. Ég ætla að sitja bara hér. Já, getur setið hérna. Flott þá bara þakka ég fyrir hlustunina í dag eða kvöld eða hvernig sem þið eru að hlusta og kveð úr tómarýminu í Skerjafirði. Takk fyrir að hlusta og við heyrumst í næsta þætti.